Komið þið sæl og blessuð og takk fyrir að fylgjast með umræðu okkar geðveiki. Þetta fjórði þáttur okkar Ólafs Ævarssonar geðlæknis. Vertu velkomin Ólafur. Takk fyrir. Mér langar að spyrja þig áður en við kynnum efni þáttarins í dag. Hvað þér efst í huga núna þegar við höfum saman gert þessa 3 þætti okkar? Já, mér efst í huga þakklæti fyrir að fá tækifæri til að fjalla þetta mikilvæga efni og mér finnst þér hafa tekist að svona ná út úr mér bitum sem að ég vona séu gagnlegir og ég verið áframhaldandi umræð og nýtilegir og ég heyri það að ég og finni ég verið að skoða og fá upplýsingar frá þér að við fáum góða viðtökur og mér finnst það léttir á samvisku minni því mér finnst stundum að við séum læknar og fræðimenn aðrir oflokuð inn í fílabeinsturninum. Við viljum nú öll koma og stíga fram og fræða en það mætti gera svo miklu meira af því. Þannig að ég er þakklátur fyrir það. Þetta mjög áhugaverður punktur sem þú nefnir. Ein fyrirstaðan gegn því að þið séu kannski iðnari við að stíga fram í þjóðfélagsumræðu og svona viðkvæmri þáttagerð eins og þessi hefur verið. Já. Kannski svo að það þarf jú traust til þess að leggja sig undir og traustið á milli okkar tveggja það hefur verið svona byggjast alltaf upp hægt og rólega. Þannig að við þorað að kannski að ganga lengra og lengra. Ég held það sé rétt og eins og þú hefur gert og ég kannski örlítið líka verið að tala um okkur sjálfa sem er bara gott, við erum bara mannlegir eins og aðrir og ég líka þakkláttur fyrir að fólki finnst það ekki framandi að 2 miðaldra kalla sig að tala um tilfinningar. Fólki finnst það sérstakt. Við hittum nú konu hérna rétt áður við fórum inn í upptöku sem að var að tala um hvað þetta væri sérstakt. Já, hrós okkur fyrir það. Jú, reyndar. En sko, það eitthvað við það hver viðkvæmt þetta og að tala um veikleika sína og vera á okkar aldri og með þína stöðu og ég með mína stöðu. Það eitthvað sem að fólki finnst ekki sjálfsagt. Nei, mér finnst líka önnur hlið á þessu sem þessi að ég hef fengið tækifæri hér til þess að gefa fólki vissa innsýn í það hvernig geðlæknirinn vinnur og hvernig geðlæknisfræðin virkar. Það ekkert endilega mjög mörg tækifæri til þess. Nei. Og ég finn að fólki finnst þetta forvitnilegt og þá líka að ég fái tækifæri að miðla því að ég þá í raun og veru á tímamótum sjálfur að undirbúa starfslok. Já. Og það sem starfið hefur gert við mig, vinnan við þessi viðkvæmu mál, geðheilsuna, hún hefur gert mig bjartsýnni. Já. Líka gagnvart erfiðustu geðsjúkdómum. Og þá gæti einhver sagt, hann veit náttúrulega ekkert hvað hann að tala um, þetta svo vond og erfið mál og það alveg rétt að geðsjúkdómar, að missa geðheilsuna mjög alvarlegt mál. En ég veit samt hvað ég að tala um að ég hef verið samtíða fólki með alvarlega geðsjúkdóma í áratugi. Þú fyrirgefur, ef einhver veit hvað hann að tala um þá ætti það að vera maður í þínu stöðu? Já, af því að ég hef haft að tækifæri að vera áhorfandi að því að sjá hetjudáðurnar þegar fólk nær sér út úr geðveikinu og það ekki hægt að segja það alltaf. Stundum enda sögurnar á hörmulegan hátt. En það samt einhver boðskapur í því að ég finni bjartsýni og jákvæðni til starfsins og samvinnunar við sjúklingana sem flestir eru alvarlega geðsjúkir. Já. Það gaman að heyra það að þú kveðir vettvanginn senn bjartsýnn. Já. Sko, mér langar aðeins áður við förum lengra að kannski að varpa þig upp við þig hvort þú sjáir svona einhverja kosti við það að blanda saman þjóðfélagslegri umræðu á svona víðum skala þar sem að við 2 menn erum að ræða þjóðfélagið. Já. Að blanda því saman við persónulegar upplifanir og uppljóstranir og svoleiðis. Eitthvað vit í þessari formúlu? Já, mér finnst það á tvennan hátt. Það fyrsta lagi það að ég hef lært það að þegar fólk segir sögur sína þá það sterkasta
fræðsluformið. Þá hlustað og fólk tengir við það. Og flest af því sem við erum að tala í raun og veru ekki framandi mannheimur af því að það er dýrmætt fyrir alla að halda góðri geðheilsu, en flest mörg lendum við í að fá einhver heilsufarsvandamál, hvort sem það nú andlegt eða ekki. En svo hin hliðin þetta, það sem merkilegt við geðheilsuna og geðsjúkdómana, að það er svo nátengt samfélagsgerðinni. Já. Og ég hef stundum hugsað það að góður stjórnmálamaður sem að lætur á sig bera, hvort sem hann er á þingi eða ekki, eða vinnusamur stjórnmálamaður í bæjarpólitík eða slíku, þeir geta haft svo ótrúlega miklu meiri áhrif á geðheilsuna heldur en geðlæknirinn. Með skipulagi bæja, með ákvörðunum fjármál og hag fólksins í landinu, af því að geðsjúkdómarnir eru í orsökum oftast það sem við kallum psykosocial eða sálfélagslegi sjúkdómar. Þannig að þó að umhverfis skiptir máli í hjartasjúkdóm og lúnasjúkdóm og mengun og allt þetta, að þá hefur þetta mesta þýðingu varandi geðheilsuna. Og það er til mjög góðar rannsóknir á þessu, hvað þetta er mikið afl og hvað ýmis konar inngrip eins og stuðningur í skóla eða félagslegar úrbætur í fátækra hverfum og svo framvegis, hvað þetta hefur gríðarlega áhrif á geðheilsuna. Mjög áhugavert. Það er það. Og maður finnur líka af því að svona einn af punktunum okkar við þess að þáttagerð var að reyna svona, ég segi nú ekki útrýma skömm, þú útrýmir nú ekki skömm. Nei. Þú útrýmir ekki tabúinu í tengslu við geðsjúkdóm á einni nóttu. Þú við getum kannski aðeins skárað vatnið, við getum kannski haft einhver áhrif á að það sem að fólk felur innra með sér að það átti sig á því að það er kannski, þú nefndir að hann hetjut að, við farið í gegnum það í fyrri þáttum að það sem að maður heldur að hafi kannski verið manns aumasti tími, það var kannski sigurgangan upp, hetjut aðeins sjálf. En sem sagt, eitt af því sem við höfum verið að reyna að gera, það er að minnka fordóma, það er að minnka þessa skömm, það er að það sem að við höfum álitið abnormalt feimnismál og við bara í ljósi þess hvað algengir geðsjúkdómar eru, að bara henda það svo borðið. Og til að svona ná sterkar til hlustandi og áhorfenda, þá datt okkur í huga að þetta persónulega flétta saman þínu sérfræði áliti og minni reynslu sem fjölmiðlamanni og svo hinu persónubundna að greiða leiðin til fólksins úti, hún er þið kannski opnari. Já, ég trú á það. Já. Sko, Ólafur, yfirskrift segi ég þáttarins í dag er áföll og aðstandendur. Og undir lok þáttarins ætlum við að leyfa nokkurum röddum áhorfenda og hlustenda að heyrast og kannski svararðu nokkurum örfáum spurningum frá almenningi sem hafa borist okkur í gegnum til dæmis Facebook síður samstöðarinnar og fleira. En það voru margir Íslendingar sem vildu að við ræddum áföll og aðstandendur. Þannig að við erum svolítið að bregðast við óskum þeirra sem að fylgjast með okkur. Og eigum að byrja á fyrirhlutanum. Já. Áföll, hvað er það? Já, áfall er ef maður verður fyrir einhverju sem að hefur slæm áhrif á mann, kallar á breytingar, sviftir burt öryggiskendinni, kemur rof í hana. Já. Og talandi fordóma, það er í raun og veru ótrúlega stutt síðan að venjulegu hefðbundnu viðbröðum voru að bíta á jaxlinn og þegja og komast í gegnum skaflinn. Nú erum við búin að opna þetta meira. Og áföll geta verið svo ólík og mis áhrifamikil eftir hver við erum sem verðum fyrir þeim og eins líka hvenar og á hvaða aldri. Og alvarlegust áföllin er náttúrulega þegar einhver svik eru með, að það er einhver sem að þú átt að geta treyst sem að gerir þér eitthvað, það er þessi ofbeldisverk
Og framhjáhald kannski? Já, og þú veist, þegar einhvers sem þú treystir og nátengdur þér fremur einhvers konar kynferðislegt ofbeldi gagnvart þér, það eru verstu brotin. Eða sá sem þú treystir og átt að geta treyst svíkur þig, þannig að það er það sem gerist líka í framhjáhaldinu. Þannig að áfalli geta verið svo mörgu tægi og það sem er komið í ljós þegar það er komin meiri umræð þetta að það geti verið að við skaldumst við þetta, að það bara heilin og líkaminn berið þess merki að vel alla tíð ef áfallið er mjög alvarlegt. Og það er mikil umræð svona núna. Og þá er ég að tala þessi alverstu áföll. Og ef maður skjóti inn í jafnvel gangi erfðir. Já, það eru merki það að svona viðbröð okkar við áföllum og hvað situr eftir að það geti erst á milli kynslóða, tilfinningin og vanlíðanin eða mönstrin sem myndast í kringum það að ná að lifa af. Og það er að mæla ýmsa svona hluti í efnaskiptum heilans og í svona boðefnakerfunum og í hormónakerfunum og það virðist geta myndast langun og stundum jafnvel varanleg röskun sem þá oft varðandi svona þætti þar sem að taugakerfið og hormónakerfin að vinna saman. Taugakerfið og hormónakerfið að vinna saman. Og hvað gerist það? Það gerist til dæmis í hvernig hugurinn stýrir álagsviðbröðum, að maður fá þá svona röng álagsviðbröð og þetta getur verið mælanlegt og að sjálfvirka taugakerfi sem svona samspil heilans og miðtaugakerfisins við hormónakerfin, það liggur svona mörkum þess að það sé svona jafnvægi sem að þarf að vera staðar úr lagi og svo síðan hvað var það andlegu hliðin að fólk nái sér ekki út úr álaginu og setji fast í því sem kallar áfallastreita sem er einhvers konar þunglinds og kvíðavanlíðan sem geta orðið mjög varanleg, jafnvel breytt fólki og persónum gera þess. Og nú ég trygga það að þetta eru þessi alvarlegustu áföll og að það sé mjög langur ferill að ná sér út úr þessu og jafnvel að það sé ekki alveg hægt og þessari þekkingu hefur verið túlkuð í greiningarkerfunum. Það er komin ný greining, gamla áfallastreitan, heitir á ensku PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, og svona sprottin upp úr fræðum á hvernig hermenn komu tilbaka andlega skaddaðir úr styrjöldum. En þetta er öðruvísi og setur lengur í okkur og þá kallað komplex PTSD sem þá hægt að þýða á íslensku langvinn áfallastreita eða flókin áfallastreita sem að fólk að vandræðast með bara mjög lengi og þarna meðferðin í svona sérhæf form af samtalsmeðferðum, stundum líka lyf og það svona ákveðin nýjung og úrbóti í meðferðarhugsun að styðja þetta fólk sérstaklega vel. Hver lykillinn í samtalsmeðferðinni þinni þegar þú ferð svona? Já, hann í raun og veru að skapa traust til þess að geta talað og unnið úr hlutunum. Sálfræðingarnir nota svipaðar aðferðir, þeir nota líka svona aðferðir sem eru ekki eins tengdar orðum fyrir fólk sem með að tjá hlutina, þannig að það hægt að gera ákveðna æfingar. Þannig að og þetta svona framför í bæði greiningunum og eins líka í meðferðartilboðun að gefast ekki upp og sætta sig við það að það þurfi svona meiri og djúpstæðar og lengri tíma meðferð í svona stöðu. Þannig að en svo maður fer aðeins í svona hvað ég var að segja mildari áföll og svona það sem við kannski búumst við flesta lenda í, að það eitthvað mótlæti í persónulega lífinu eða ekki framgangur í náminu eða á vinnumarkanum eða veikindi sem eru líka áföll oft. Að það öðruvísi og manneskjan hefur alveg ótrúlega aðlögunar hæfileika til að takast á við svona hluti og sumir vilja meina að það sé styrkjandi að lendi áföllum og maður komi sterkari út úr því.
Þannig að þetta svona kannski fleiri en einn tegund af áfallu sem ég að tala núna, eitthvað sem djúpstætt og alvarlegt og þeirra börn eru misnotuð og slíkt og svo aftur eitthvað sem einfaldara og venjulegra og geti verið styrkjandi á einhvern nátt, eflandi. Já, og við gætum rætt áföll í enn víðara samhengi, það ekki? Að stundum eru þau persónubundin, stundum eru þau afleiðing hins félagslega umhverfis og stundum fæðistu bara með áfallið í hausnum, það ekki? Jú, þá væntanlega komin einhver ákveðin munstur og það bara mjög áhugavert líka að huglega þá sko hver það sem verður fyrir áfallinu ef að það fullorðin manneskja með formaðan persónleika að þá nú stundum hægt að reikna það út svolítið fyrir hann hvernig fólk tekst á við áfallið af því að það þá þættir í persónugerðin sem svona bjóð upp á það sumir eru alltaf fljótir í það horn að verða fórnarlömb aðrir verða meðvirkir þeir þriðju verða ofurduglegir þannig að það svona ákveðin viðbrögð sem að myndast og þetta eru einmitt hugtök sem við ætlum að ræða hérna á eftir í tengslum við hlutverk aðstandenda því fram til þessa höfum við einkum lagt áherslu á hina geðveiku og þínar greiningar og það sem þú hefur þau mál að segja þannig að einmitt, það verður mjög fróðlegt að heyra þig fara út í þá sálma. Sko, mér hefur dottið í hug, Ólafur, að aðstandendur geðsjúkra á Íslandi séu hópur sem oft á tíðum illa settur í myrkri skömm tekur undir það Er það þín reynsla? Já, þó að þetta sé að breytast þá stutt í skömmina og það nú ekki síst varðandi fíknina og þú veist að þegar tala fíknina þá meina ég áfengi líka sem en svo ýmislegt í sambandi við svona flóknari djúpstæðri geðraskanir þar sem að verður hegðunatruflun þar sem fólk stjórnar ekki hegðun sinni þó það sé bara í tímabilum þá það truflandi og það líka skömm í kringu það til dæmis að fólk í miklu örlindi og óstjórnlegt þannig og úr rauntengsslum þá geta gerst hlutir sem eru mjög truflandi og fólk skammar sem fyrir það bæði sjúklingurinn sem mann allt sem gerðist og eins aðstandendur og það alveg öruglegt að fullir að það hefur ekki verið fjalla nægilega mikið hlut aðstandendur þeirra sem eru að glíma við geðræn veikindi. Einmitt. Þannig að við viljum að reyna að nota svolítið tíma í það núna að varpa ljósi á þeirra hlutskipti. Sko, þú nefndir fíknina og ég hef áður bent á það hér eftir að hafa hlustað á þig að eitt af því sem að vekur undrun margra það eru ummæliðin að fíknisjúkdómar alkohólismi, sá sem drekkur mikið áfengi sér til tjóns, alkohólisti að hann sé sem sagt geðveikur, hann sé með geðsjúkdóm. En það ekki, þú veist, það eitthvað svæði þá í heilanum getur aðeins farið yfir þetta hjá okkur, kannski aftur, ég man ekki hvort þú varst búin að, en af hverju fíknisjúkdómur, af hverju alkohólismi geðsjúkdómur, segirðu? Það nú að sumuleyti val hjá okkur læknunum að flokka það með geðsjúkdómunum, það ákveðin kerfi. Það snýst náttúrulega líka taugakerfið og gæti þess vegna verið flokkað sem taugasjúkdómur en meðferðirnar eru samkvæmt hefðinni geðrænar og þess vegna praktist að líta það sem geðsjúkdóm. Nú erum við að tala hugtök sem Guð þeir eru ekki skapað, þetta eru mannanna verk. Og það búið að vera svona mjög lengi að líta á áfengissjúkdóm sem geðsjúkdóm með þessari félagslegu truflun og með þessari furðulegu skerðingu á heila starfseminni með hálfgerðri sturlun og samskipta erfileikum. Þetta er mjög truflandi sjúkdómur, jafnvel þá hann sé ekki komin á fíknistig og þannig sé mikil geðveiki og það sem að kannski það ekki vita nægilega mikið hvað gerist í heilanum en það sem við vitum þó að það verður ákveðin aftenging
á milli tilfinninga heilans sem setur djúpt og upp í framheilan þar sem að svona þessi hæfileiki býr að skynja umhverfi sitt og geta hort svona á hlutin í samhengi og sér sjálfan sig utanfrá og sá sem að komin inn í áfengissjúkdóminn jafnvel áður en hann komin með fíknina að hann með mjög truflaða ratara á skynjun á umhverfi sitt og ekki batnar hún við að drekka meira brennivín og ekki batnar hún við það síðan eru áhrifin sjálf á áfenginu Brenglandi nú ég að tala þetta bara út frá heilanum og þegar fíknin komin þegar komin á það stig þá röskunin það mikil og sjálfmiðunin og sjálfsblekkingin orðin það mikil að það ekki alveg rauntengt lengur eða raunhaft og síðan ef að það bæti svona á að sá sem að drekka með persónugerð þannig að hann sé fljótur yfir í meðvirkni eða fórnarlamb þá sjá allir hvað gerist og það þekki allir þessi munstur og það svona afleiðing af truflunin í heilastarfseminni sem getur alveg verið til staðar þú sérst að gera hlé á drykkjunni sem að veldur þessari djúpstæðu félagslegu truflun sem myndast í kringum þann sem drekkur þannig að það alveg hægt að orða það þannig að áfengissjúkdómurinn sé fjölskyldusjúkdómur í þeim skilningi, hann truflar fleiri en þann sem drekkur og áfengissjúkdómurinn og fíknsjúkdómar einir og sér geta þá gert heilu fjölskyldunar geðveikar það þekkja það allir hvernig þetta í sinni verstu mynd og þar síðan einhver hópur sem miklu stærri þar sem að vandamálið ekki skilgreint sem fíkn en það verið að nota áfengi á þann máta að það ekki lengur undir stjórn og að það trublandi fyrir einstaklingin og fjölskylduna og vinnuna hugsanlega á lúmskan hátt og þarna eru raddlausir einstaklingar út allt í íslensku samfélagi því alkohólismi náttúrulega mjög útbreitt mein hér, mjög falið en þó ekki faldar en svo að það eru 15% þjóðarinnar sem færi gegnum áfengismeðferð hjá SÁ sem sturluð tala sturlaður fjöldi það það og það hægt að segja að fordómarnir hafa minkað þarna mjög það sem vantar upp á eiginlega og hvatning úr læknisfræðinni núna að nýta betur þá þekkingu sem við höfum á því hvað þetta hættulegt fyrir þetta líffæri heilan sem gerir hvað, hann hið félagslega líffæri við getum ekki leyft okkur að skemma það svona og þetta að sömuleyti svolítið líkt umræðin sem var fyrir nokkrum áratugum varðandi reykingarnar að það var alveg vel þekkt hvað reykingarnar væru hættulegar samt voru þar félagslega umbornar og það var náttúrulega unni gegn þessari þekkingu líka af þeir sem vilja selja tóbakið og nikotinið og við erum svolítið upplifað það núna læknar að við viljum gera meira í að tala þetta og reyna að tala líka fordómalaust þetta að við þurfum að var okkur mjög áfengin og verðum einhvern veginn að stokka upp hvernig við hugsun þetta og þetta birtist nú í þessari umræðu sem í dag talandi svona að blanda saman heilsu umræðu og þjóðfélagsumræðu það þessi deila sem hefur myndast það hvort að veita frjálsa áfengisölu Þér finnst það ekki góð hugmynd? Nei, það bara getur ekki verið góð hugmynd og það ekki bara mín skoðun það bara, þú getur flettið upp víða og hlustað á vísindamenn sem þekkja þetta útóin víða en þarna umræðan brengluð með hagsmunum og að ég held misskildum stjórnmálum að þetta snúi að hinu frjálsa einstaklingi og það til að fína tilvitnanir þetta að maður á þetta að vera frjáls að gera þess maður vil svo lengi sem maður skadar ekki einhvern annan Mér fannst alveg á mörkunum gott ef ekki bara hneyksli að það væri stillt upp í opinberri umræðu í Kastljósi daginn einhverjum sprútsala sem hefur enga hagsmuni af því að selja sem mesta áfengi gegn
Dr. Láru, lýðheilsufræðingi þarna sko, ég bara skil ekki þessa pörun í umræðinni. Nei, en stund, og þetta kannski brýningin fyrir okkur læknana að koma meira fram. Það hafa verið umræður sem hafa verið einkennilega ómálefnarlegar og ekki byggðar á kannski góðum gögnum eins og til dæmis bólusetningar og reykingarnar áður og fleira svona, þannig að það er kannski eitt af því sem að þú hefur skapað hérna, reyndar hefur verið einn hjá þér sko, að fá að tala svona frjálslega læknisfræðilegu þekkingun og reyna að koma henni á framfæri, því að hún þrátt fyrir allt ekki alltaf svo aðgengileg fyrir fólk. Við erum náttúrulega ekkert hér, hvorki þessum fjölmiðlinni að öðrum án okkar frábæru viðmælenda, bara áður við heldur að honum að skella mig. En hérna, sko, Ólafur, það sem sagt stór hluti aðstandenda út í samfélaginu sem á það sem einhver geðsjúkur inn í fjölskyldunni. Oft eru það einhver áföll sem hafa leitt til þess að einhver geðveikur. Hann að skaða sig. Oft á tíðum, til dæmis virkir alkohólistar, fíklar. Þeir eru að skaða sig, meir. Og þeir eru að skaða alla í kringum sig. Öll fjölskyldan getur orðið mjög veik. Og fjölskyldumeðlimirnir, hvað á maður að gera þegar maður hérna í svona fjölskyldu? Þorir maður að segja vinkonu sinni frá því, fer maður að hugsa, þá bara áttar hann sig á því að bara hjónabandi mitt bara algjörlega í vaskinum, þetta ömurlegt allt saman, og að ég hringi mömmu og ekki skrifa í bréf til velvakanda í mokkan og veistu hvað. En ég geti svara þannig að segja að það mikilvægt að við breytum hugmyndafræðin þannig að okkur finnist frjálst að tala hlutin og leita okkur stuðnings með þessi mál sem að við vitum ekki hvernig við að taka á, að það megi ekki vera aðferðin að þakka það niður. Hvaða aðferðir eru aðrar í búið en að bara þegja og skamma? Nei, í raun og veru það ekki og það vel hægt í þessu samhengi að tala hvað samtökin hafa haft mikil áhrif á fordóma og hvað aðstandenda stuðningurinn þar í Al-Anon hefur haft mikil áhrif. Og S.A.A. ekki líka. Og S.A.A. En ég held ef við bara búum til einhverja sögu, þá Jón búinn að drekka í 2 mánuði og hann svona hálftindur lítið á heimilinu. Já, hann bara búinn að vera fullu sleitulaust í 2 mánuði. Já, hann bara túra maður. Og hann hefur langa sögum alls konar meðferðir og hann svona búinn að brjóta allt niður og fjölskyldan í öngu yfir þessu og ákveðin meðvirkning gangi bara þess að þola ástandi sem sjálfur sér eina vörðin sem í boði. En svo gerist eitthvað meira, hann að hringja í bróðir sinn og hóta því að ef þetta og þetta ekki gert þá mun hann drepa sig. Það fórst að tala svona hluti líka. Að þá einhvern veginn ekki nóg að vera einn með málin og maður verður að spurja einhvern ráð, maður verður að sækja sér stuðning. Og þannig svona dæmi það hvernig hegðunarmynstrið er mjög óheilbrigt. Og þannig Jón búinn að varpa ákveðinni ábyrgð og sök yfir á aðstandendur. Já, í raun og veru að gera miklu meira því hann að beita þrýstingi sem ekki hægt að kalla neitt annað en ofbeldi. Akkurat. Og þetta bara mjög erfitt fyrir fólk að taka á svona hlutum og þannig mikilvægt að tala með einhvern sem hefur kannski meiri reynslu, sækja sér stuðning og ekki einn í ákvarðanatökunni. Já. Þannig að þetta svona bara eitt dæmi það hvernig þetta getur orðið mjög erfitt fyrir aðstandendur. Annað dæmi að segja bara hingað ekki lengra. Já, það bara mjög snúið. Það snúið. En það getur maður gert ef maður búin að skoða allir fleiti málsins og með stuðning. Sumir geta það. Það kannski til einhverjar konur í viðkvæmri stöðu sem ekki þora það. Nei. Kannski getur það kostað það lífið að hóta að yfirgefa brjálaðan fíkil, sko. Nei, en þetta bara sýnir hvernig koma hindranir í svona ferli, því að það ekki hægt að tala hlutina þannig að það sé úrlausnar að vænta. Það eru bara hótanir sem ganga á milli og ýmislegt annað eins og hver gerði hvað og hver maður kenna. Þannig að þetta mjög snúin staða fyrir aðstandendur.
Hefur þú þegar þú ert með þína geðrænu meðferð, talarðu bæði við þinn veika og aðstandendur? Já, það nú svona megin reglan, þó þess ekki alveg alltaf á einhverju stíi komið aðstandendin inn. Og eru þeir stundum í eins miklum tætlum eins og viðfangsefnið? Það getur alveg gerst. Já. Það getur alveg gerst, en það mikil styrkur fyrir meðferðaðal að fá makan eða fjölskylduna inn. Þá kemur sá þáttur inn hvernig staðan nú ég kannski aðeins meira með hugan við áfengisvandan sko, af því hann svo falinn og stór hluti geðvandans. Já, en bara svona almennt í geðrænu meðferðum þá mikilvægt að hafa aðstandendur með. Já. Það annar aðstandendahópur sem kannski ekki mikið minni en aðstandendur áfengissjúklingarna og það eru aðstandendur þeirra sem eru með Alzheimer-sjúkdóm eða einhvern líkamssjúkdóm. Já. Og það eru margir sem að tengja þannig sjúkdóm ekki við geðsjúkdóman, hann líka flokkaður sem geðsjúkdómur. Það önnur ára yfir þeim hópi. Það önnur ára, en það líka aðstandahópur í miklum vanda. Já. Og sem ofta glíma líka við breytta persónugerð og minnisglöp náttúrulega, en stundum hegðunartruflanir meðan fólk heima. Og það við talir að það langt ferli að fá stuðning heima og flókið að koma fólki inn á hjúkrunarheimili. Þannig að þetta líka mál sem mikið umfjöldu núna varðandi bráðamóttökuna og hlutisaldrar sem kemur inn í heilbrigðiskerfið, en þar ekki verið að ræða hlut aðstandandans sem að mætti gera, sem býður heima í von og 8 eða býður með aðstandandanum á ganginum hvað muni verða. Já. Og erfitt að gefa svör þegar ekki eru til svona útstikkaða beina leiðir inn í heilbrigðiskerfið eða inn í örugt pláss á hjúkrunarheimili ef það þörf fyrir það. Þannig að ég hef verið svona pínu undrandi á því og gott að geta talað það hérna að þar hópur sem í öng aðstandendur sem bíða og veit ekki hvað verður þann aldraða. Einmitt. Eitt af mörgum verkefnum. Já. Stóri munurinn á aðstandendahópi drykkjumannesku og Alzheimer sjúklings að það eru sennilega ekki margir sem að horfa á Alzheimer sjúklingin og segja þú þarft ekkert að vera Alzheimer sjúklingur. En það það sem að blasir við, það þessi klemma með fíknina að stundum býr fólk með öðru fólki sem það trúir endalaust að geti snúið fíkn sinni eða ofneyslu til betri vegar. Og það kannski stendur sig að því að geta rætt flest, ef ekki öll, rökleg málefni við viðkomandi ástvin, hvað var þar allt annað en drykkjuna eða fíknina, dópneysluna, læknadópið eða hvað það sko. Þetta hlýtur að vera alveg rosalega flókið hlutskipti, ekki satt? Jú, mér finnst þegar þú tekur svona samlíkingar alveg gríðarlega gagnlegt og ég vonaði finnst því ekki vera að fara út fyrir efni, en segjum sem svo að við myndum uppgöta umhverfisþátt í samfélaginu, hvort sem það var í fæðu eða umbúðum eða húsnæðinu sem að myndi auka líkur Alzheimer sjúkdóm síðar á ævinni 10%. Honum því útrýmt samstundis. Það því engin stjórnmálaleg átök það. Já, þú ert að fara þessi fjallabæsli. Þannig ertu glúrin. Og nú við með gríðarlegan þátt hvað segir maður, orsakaþátt í samfélaginu sem að auðvelda aðgengi áfengi. Og þá skilur við af hverju mér finnst þessi umræðar svo furðuleg. En sko, munurinn á, þetta nefnilega áhugavert að reyna átt að segja, munur að því að vera aðstandandi áfengissjúklings eða Alzheimer sjúklings. Það svolítið gott að ræða það og við getum bætt við þriðja hópnum að vera aðstandandi einhvers með krabbameinssjúkdóm. Og við erum mjög samtaka það að þeir sem hafi krabbamenn, þeir viti á hvaða gáttir í heilbrigðiskerfinu þeir að banka, hvernig að koma að stað og fá meðferð hindrunarlaust, og það gengur bara í svona heildina mjög vel og við erum öll sátt og sammála þessu. Ef þú ert með
áfengissjúkdóm eða Alzheimer-sjúkdóm þá málið allt öðruvísi og meira segja með suma geðsjúkdóma. Fólk veit ekkert hvert á að snúa sér. Ferlin eru ekkert fyrirfram ákveðin og oft töf á meðferðum. Og á ég þá að kenna fordómónum þetta eða hverja á ég að kenna Svo þessi klemma. Já. Það segir hérna, þú lendir aðsamtökin á hann. Maður heyrir stundum að menn tala engi getur hætt drykkjuskap nema vilji það sjálfur. Já. Þetta deilt. Já. Getur hætt að drekka án þess að vilji það sjálfur. Getur breytt hefðinni. Ég hef persónulega heyrt ýmsar sögur frá fólki sem var þvingað í meðferð, þvingað í áfengismeðferð. Já. Fór með skottið á milli lappana inn á Vog og var handvist að það væri bara að reyna að bjarga hjónabandinu í korter með því að fara. En því myndi aldrei takst hætta að drekka og það aldrei hamingjusamt aftur. Svo bara þetta sama fólk hálfu ári seinna þá það bara í fyrsta skipti á ævinni farið að höndla hamingjun og þrátt fyrir að hafa stilt upp vegg. En þetta eru bara sumarsögurnar. Svo eru hinar sögurnar sem eru allt öðruvísi. Einmitt þú þurfir að vera á þeim stað og sért komið svo langt niður að þú hafir alltaf vinna enga að tapa og þú sért tilbúin að biðja aðra hjálp. Þetta eru mjög flókin mál en fyrir aðstandendur hlýtur þetta að vera algjört helvíti oft hvort ætlarðu að stilla viðkomandi upp í vegg. Algjör afakostir, úrslitakostir. Það ætlarðu enn eina ferðin að trúa því sem viðkomandi segir og svo svíkur það bara nokkrum dögum síðar. Nei, en það náttúrulega ákveðin hömlun í því ef þú hugsar aflið í meðferð ef þú nær góðri samvinnu við einstaklingin, sama hvaða sjúkdóman með. Alveg rétt. Þá ganga hlutinni betur og ég held að það sé hægt að fullyrða það þegar þú ert að vinna við að meðhöndla geðsjúkdóm þá sé sérstaklega mikilvægt að það sé góð samvinna vegna þess að langt oftast geta sjúklingarnir gert svo mikið sjálfur og hvað það? Jú, það breytt viðhorf það önnur mörk í samskiptum það eru hlutir eins og að sjá hlutir í nýju ljósi og þykja ráð við hluti eins og taka ákvarðanir eða hvað maður gerir ef maður í fastur í einhverju munstri en í meðferðinni varðandi fíknina þá þetta ekki eiginlega í boði það erfitt að fá upp góða samvinnu það ekkert útilokað en stundum einhver blekking í gangi og einhvers konar skortur og einlægni og aðstandendur upplifa þetta oft mjög sterkt og það gefur þeim óöryggi og þá það hluti af áfallinu sem að endurtaka sig að það einhvers konar skortur á öryggistilfinningu sem raunverulega hlutin gangi ekki upp ítrekkað og það eru vísbendingar það að þegar við höfum flokkað áfengissjúkdóminn og hans orðin að fíkn þar sem að allt fer að snúast að fá efnið og stjórnin fer að það sé samt hegðunartruflun áður sem að geri hlutina það við að það sé jafnvel ekki hægt að segja pissaðu upp með brækurnar og hættu þessu. Fólk þarf meiri stuðning. Þannig að þetta svolítið sérstæð með fíkn í sjúkdóma að þú færð aðra tegunda samvinnu. Einhver starkasta saga sem ég hef heyrt fíkn, alkoholisma. Ég hef hana beint frá áfengisráðgjafa fyrrverandi hjá S.A.A. Hann sagði einn veikasti sjúklingur sem ég hef haft. Það maður út á landi sem að dettur í það einu sinni á ári og það alltaf eftir töðugjöld. Bóndi. Og hina 364 dagana ári þá kvelst hann af móral út af þessu fyllirí eða í einhverju spennu tilhlökkunar og fyrirlitningar á sjálfum sér að hann muni fara á þetta fyllirí og þessi saga finnst mér svo góð vegna þess að í huga margra alkinn bara veikur þegar hann drekkur en hann það ekki bara. Það eru hinir dagarnir á milli þess sem hann í neyslu þar sem hann ekki heldur hraustur. Elsku kallinn. Áður var talið að það skipti máli hvernig persónugerð maður hefði.
hvort maður væri með meiri líkur að fá áfengissjúkdóm. Nú minni svona áhersla á það og það virðist í svona stórum rannsóknum að hver og einn geti vext á þennan hátt. Já. Þannig að það í raun og veru engin öruggur nema sá sem aldrei bragðar áfengi. Og aðstandendur geta þurft að þola mjög mikla skapgerðarbresti, mjög mikla reiði, alls konar neikvæðar tilfinningar og framkomu, líka dagana sem að alkin ekki drukkin. Já, nákvæmlega. Og það vandinn stóri. Það stóri vandinn og þessi hópur hljóður og það fer lítið fyrir hlutskipti hans og þess vegna finnst mér áhugavert að ræða þetta við þig. Meðvirkni hugtak sem þú nefndir áðan. Stundum finnst mér eins og það sé svolítið búin að einfalda merkingu þess orðs, meðvirkni sé alltaf bara neikvæð og eitthvað, en þetta mjög flókið fyrirbrigði og stundum getum við verið að tala eitthvað svo nauðsynlega meðvirkni eða hvað? Já, ég held að það sé að tala mjög fallega meðvirkni. Já. Meðvirkni kannski ekki mjög vel skilgreint fyrirbæri en yfirleitt átt við ákveðna tegund af viðbrögðum sem þá að hluta til hegðun, ekki síðan líðan og maður getur kallað þannig varnarhætti sem svona sálræn fyrirbæri sem ásköpuð okkur og annað dæmi svona munstur eða sálræna varnarhátt frávarp eða yfirvarp að ég kenni þér það sem fór úr skeiðis. Það svolítið líkt meðvirkninni. Meðvirkninni meira þetta miklu betra. Hann drekkur aldrei á mánudögum núna. Maður breiðir yfir og þolir. Bæði þessi Þú reynir að sjá það besta. Reynir að sjá það besta og það kannski ekkit annað í stöðunni. Bæði þessi þessi aðferð að varpa yfir á annan eða að breiða yfir svona neyðarvörn að þola stöðunni svona í dag. Þetta ekki vörn sem frjó til að koma með lausnir. Við höfum allar þessar varnir í okkur en ef að þú ert með konu sem sýnir áfengissjúkum eiginmanni bara meðvirkni í viðbröðum þá þola þau ástandi en það lítið af lausnum að koma eða hugmyndum næstu skref. Þá þarf öðruvísi varnir. Og ein svona flóknari tegund af vörn göfgun að reyna að vinna sig út úr hlutunum, finna einhvern æðri mátt, sækja dómgrind í aðra, vinna með tilfinningar sínar. Það alltaf flóknara ferli. Og sá sem illa færinn af áfengissjúkdóm hann ekki með mikla burði með svona hluti. Þannig að það ekki bara dómgrindin heldur líka úrvinnslu getan. Þú rættir í síðasta þætti mátt persónuleikans og hann þetta missterkur, bjargir okkar. Hann það og við erum kannski misilla farin af því að við verðum að líta á áfengissjúkdómi sem heilasjúkdóm þannig að þegar að sá sjúkir sjúkur þá hann líka orðið með mjög veikla en heila. Þess vegna hann minni verri aðstöð til að takast á við þetta. Samt getur hann kannski mætt í vinnuna og gert sömu handtökin og jafnvel verið rútineraður og það víða sem enginn veit að viðkomandi drekkur bara 1 lítra vodka okkur einasta kvöldi. Nei, en svo talaðu líka vandlega við konu mannsins sem svona og hefur kannski einu sinni lagst inn á vog og það veit allir hann svona eitthvað drekkur meira en aðrir en þetta ekki lítið sem stórum mál. Hún veit alveg nákvæmlega hvernig hann búin að taka 1 sopa af því að hann gjörbreytist þó við myndum ekki sjá það sem ekki þekkjum hann. Ég aðeins að segja persónulega frá mínu brjósti. Ég hef verið skúrkur. Ég hef ekki búið með virkum alkohólista en ég hef verið virki alkohólistinn og stundum hugsaði með mér þú voru samt að útskýra þetta fyrir almenningi að það var ekki eins og þú væri að fá þér í glas kvöld eftir kvöld eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna sagði ég söguna áðan með manninn bóndan sem var bara fullur einu svona ári og samt eitt svo veikasti. Þetta svo fátæklegu mælikvarði hvort þú ert alltaf að fá þér ekki. En ég sem sagt hef upplifað það í minni sambúðarsögu með mínum sambýliskonum átt alveg nokkra ráðin ekki hjónaband
að þeim fannst þetta náttúrulega mjög illskiljanlegt, eiginlega alveg óskiljanlegt að þær gætu gert samning alla hluti og allt stæði nema þetta og stundum kom ég sjálfur mér mjög mikið óvart með því að ég hefði ákveðið að eitthvað yrði bara með fínum hætti en svo þegar dagur rann upp eða stundir rann upp þá bara riði ekki neitt við neitt og ég ætla ekki að fara að tala skömmina sem að bjó í mínu brjósti þar og eftir því að ég vil hafa fókusin á aðstandendum en ég skammast mín auðvitað fyrir þetta en fegin að ég ekki lengur í þessu ömurlega hlutskipti ég fegin að ég ekki lengur að særa fólk í kringum mig og oft særir alkin þá mest sem að hann elskar mest það ákveðin mótsögn fíkn þannig að margir hér á landi hafa drukkið frá sér ekki bara hjónabandið öll börnin alla peningana heldur lífið sjálft og þetta eitt og út fyrir sig Ólafur alveg ótrúlega erfitt fyrir fólk sem elskar fíkilinn hvernig getur hann tekið fíknina fram yfir allt sem hans hamingja og allt þess virði að lifa eftir getur reynt að tala við hóp aðstandenda og reyna að útskýra hvað það sem í gangi Já, það sem talið felast í fíkninni að efnið sem þú hefur fíkn í fer inn á það stöðvar heilan sem að búa til velliðun og tilfinningu og hún verður sterkari heldur en annars konar velliðan eins og bara í eldhúsin á morgnana í róliheitum eða við kvöldverðarborðið eða í kynlífinu eða sjábörnin vaks úr grasi þannig að það þessi falska efnafræðilega velliðan sem að tekur yfir allt og aðstandandinn upplifir þetta eins og hann sé alltaf í öðru sæti eða þriðja sæti eða bara skipta engu máli þannig að það engin rök lengur og ekki hægt að ræða málin eða útskýra þannig að og þetta hluta þeirri alvarlegu félagslegu skemmd sem hlýst af fíkninni og eins líka foreldra með ungan einstakling efnilegan einstakling sem fastur í einhverjum öðrum fíknefnum en áfenginu og það er svipur saga það eru brostni draumar og það ekki sagt satt og hver tilraun til að koma fólki til hjálpar eða styðja við baki á því eða lyfta því upp á einhvern átt klikkar. Það er mjög erfitt ferli fyrir aðstandendur og það sem ég held að sé erfiðast fyrir aðstandendur í svona stöðu það er þessi vanmáttarkennd að vita ekki hvað maður geti gert og börn, alkohólista er náttúrulega bara það hlýtur að vera gríðarleg byrði og grafa mjög undir þeirra sjálfstrausti. Já, og þess vegna í samlíkingunni við til dæmis krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra að það væri hægt að gera betur til að styðja aðstandendur fíkla og það væri hægt að eyða biðlistunum vegna þess að þeir sem í mestum vanda þegar svona biðlistar það eru aðstandendur sem halda fólkinu sín uppi hvort sem það fíkill eða Alzheimer-sjúklingur. Ég stundur reiknaði út mér til gamans að meðan sá aldraði bíður eftir hjúkrunarplássinu og allir sjá hann löngu koni þörf fyrir það. Þá sparar ríkið eitthvað á bilinu 60 til 80.000 á sólarhring sem vinna eiginkonunnar eða gamla mannsinn sem ræður ver og í raun og ræður ekki lengur við aðstæður heima. Jafnvel þó það sem mikill stuðningur á heimilinu. Já. Kannski ætti bara að vera svona einhver vinalína, bara símanúmerur sem getur hringt í sem aðstandandi hvort sem það einhver hefðbundin önnur geðveiki heldur en fíkn eða fíknsjúkdómar. Hefur þetta fólk einhver rödd? Oft ekki og síðan önnur hlið sem líka flókin og það það að hér áður fyrr og það nú kannski
áður en að ég fór að vinna sem geðlæknir þá var með marga af alvarlegri geðsjúkdómunum eins og geðklofa og fleiri sjúkdómum. Það var hluti af skýringmódelinu, kenningunum sem þá voru svona uppi, sem að voru sprottnar upp úr hugmyndafræði sem er eiginlega búið að kasta á haugana og tengdist Freud og mönnum af hans kynslóð að hluta veikindunum væri foreldrunum að kenna. Já. Að sjúklingurinn væri með geðklofa af því að hann hefði átt kalda móðir. Já. Talandi skömm. Þetta hefur nú ekki verið hjálplegt meðferðarlega sig og ég hitti ennþá fólk sem hefur fengið svona viðmóti í heilbrigðiskerfinu og það er ekki auðvelt. Nei, maður spyr sér líka í kynja jafnræðislegu tilliti hvort það hafi verið tilvílun að því var skellt á konuna. Já, þetta var bara skortur og þekkingu og kannski líka vegna þess að það voru bara kenningar á bakveit og ekki neinar svona velþróaðar rannsóknir. Einmitt. En Ólafur, það verður að síga á seinni hluta. Við ætlum að taka okkur pásu að loknu þessum þætti. Já. Og taka svo upp þráðin í haust. Já, hvernig líst ekki vel á það? Jú, mér líst vel á það. Jú, þetta er þá 4 þættir núna, kannski aðri 4 í haust. Já, mér líst bara vel á það. Kælum okkur aðeins á milli og En ég ætla, Ólafur, að lesa aðeins upp raddir þeirra sem að hafa verið svo ánægðir með þetta framtak. Það er bara mjög þakkavert. Já, þú nú að taka hluta af ábyrðinni. Ólafur, hún segir hérna, hún Ingibjörg Jónasar. Takk félaga Björn og Ólafur og svo eitthvað svona hlusta mikill athygli hef aldrei mínu löngu ævi fundið þætti í líkingu við þessa eins og svo margir segja. En svo segir hún umræðum tilfinningar finnst mér að mætti taka enn meira pláss sérstaklega þar sem svo umræða hefur oft verið skilgreind sem veikleiki og bara til vandræða. Það er eitthvað til í því það ekki að það er ennþá ákveðin fælni að ræða tilfinningar og hún spyr getur verið að vandamál drengja og karla margra hverra megir ekki til bældra tilfinninga og krafna að þeir eiga að vera sannir og sterkir karlmennin gæsalappa sem megi ekki sína tilfinningar og alls ekki gráta. Já, það er alveg vel vitað að kallar leita sér síður hjálpar. Já. Og það er alveg örugglega rétt að við höfum gagnaði að opna okkur. Við kannski gerum það líka öðruvísi en kona. Ég held að þetta hafi breyst talsvert. En sérðu sjálfur mun á segjum 20 eða 25 ára gömlum skjólstæðingi sem kemur til þín strákur eða stelpa? Ekki svo mikið núna. Ekki mikið þetta hefur breyst. En þegar maður hittir eldri kalla þá eru þeir oft þá eru þeir oft óvanir að tjá sig. Þeir geta það vel. Já. En þeir eru bara óvanir því. Bara hjálpa þeim aðeins. Já, það gengur bara yfir mjög vel. Það er nefnilega það. Já. Þannig að þetta snýst svona bara að við hvert við annað segjum að það sé jafn eðlilegt að tala um tilfinningar og hvað annað og ég held að þetta hafi nú breyst bara mjög vel til betri vegar. En við kallandinn alltaf aðeins á eftir konunum með þetta. Þetta er lærdómsríkt fyrir mig sem fjölmiðlamann að heyra þetta. Ef ég skapa vettvanginn þá eru þeir kannski til í Já, þú sér það. Við fáum þannig viðbröð líka einmitt núna. Einmitt. Það eru margir sem tala einmitt hver lokaður og bældir allavega við höfum verið. Einn segir hérna marga frásagnir séu til það hve mikið tabu það er að sýna opinskáar tilfinningar við missi og sorg. Nefnir barnsmissi sem er náttúrulega það hryllilegasta sem manneskja gengur í gegnum. Er þarna eitthvað til að hugsa um? Já, það er tiltrúlega stutt síðan að við Íslendingar vorum með meðalaldur ekki mikið yfir 50 og mjög háa tíðni barnadauða og við byggum kynslóðin kannski ekki á undan okkur en þar á undan umgekst dauðan á allt annan hátt en við. Kannski var ekkert mikið í boði annað þá en að þegja og láti ekki hlutin að vera ofalega í huganum þannig að við erum stutt frá þessum tíma en enn og aftur þá held ég að sé að breytast. Það er líka hægt að segja, ég heyri að þetta eru konur sem eru með þessar spurningar. Já, mest. Ef við erum svolítið brattir þá gæti ég sagt að það væri hægt að taka þessar spurningar sem löngun kvenna til þess að við kallar tjáðum okkur meira. Algjörlega, það er góða punkt. Er það ekki svolítið áhugavert? Jú, það er það.
Svo ræða margir margþætt trámu og bælingu þess og hvernig það seiklar upp á yfirborðið og allt það og hérna ADHD, einn hjúkrunarfræðingur segir sko það mætti ræða meira um hvernig taugafræðilegar fatlanir eins og ADHD, eins og hún kallar það og einhverfa ýta undir geðræna erfiðleika oft vegna viðbragðs áhrifa úr umhverfi. Þetta bara mjög gott efni vegna þess að með marga geðsjúkdómana þá svona samfara að önnur vandamál. Þeir sem hafa einhverja taugaþroskaröskun, þeir eru viðkvæmari fyrir því að fá aðra geðræna raskar, hvort sem það þunglyndi eða kvíði eða annað. Og þess vegna eru þeirra málstundum flóknar eða maður getur sagt að þau séu fjölþættari af því að það sé eins og vera með 2 krabbamein í einu eða eitthvað slíkt. Og þarna meðferðarkerfið, við erum bara alls ekki að standa okkur. Vegna þess að maður verður ítrekka var við það að skórinn eru þröngur. Að það sagt, þessi getur ekki fengið þessa meðferð hjá þessu teymi af því hann gæti verið að með annan sjúkdóm líka. Og þetta bara efni í heilan þátt hvernig kerfið of lítið sveigjanlegt að þörfum sjúklingana. Og við kannski hripum þetta bara niður sem umfjöllunarefni í haust. Já, og ef þetta hjúkrunarfræðingur þá veit hún nákvæmlega hvað að tala um og skilur mikilvægi þess að tala um þetta. Já. Nú svo fengum við þær góðu fréttir að þessir þættir okkar eru þegar komin sem kennsluefni í einhverjum framhaldsskóla einhverju geðmál. Þetta gott að heyra. Já, það virkilega skemmtilegt. Og þetta búið að vera náttúrulega bara alveg ótrúlega áhugavert ferðalag, Ólafur. Fræðandi, auðvitað sárt á köflum, það maður þurfti að ífa upp svona gamalt og eitthvað sem að þú vilt spyrja mig að lokum. Nei, ég vildi bara þakka fyrir að þú losa mig við mína fordóma. Ég held að fjölmiðlamenn væru bara ekki tilbúin að ræða þetta svona tæpidöngu laust og hvað þá setja sjálfa sig á borðið og mér finnst það bara verið mjög frelsandi og gefandi og fyrirgeðu skemmtilegt líka. Mér nefnilega líka finnst þetta skemmtilegt. Og það ekki bannað að umræða sem skiptir máli að hún sé líka bara á köflum skemmtileg. Nei, en það líka mjög notald að heyra ef við erum ekki í einhvernum lokuðum helli fólk getur nýtt sér þetta og þetta íti undir umræðu. Já. Heyrðu, takk fyrir að svona bara að þora að leggja út í þessa óvissu ferð með mér. Við vissum ekkert hverju hún skilaði. Ég hélt að við værum að fara að gera frekar hefðbundna þáttaröð. En svo bara breyttist yðan í miðjum þætti og við eltum einhvern veginn nýjan straum og þetta bara eins og En þetta eru þessi mannlegu töfrar ef það verið að ræða hlutin og vinna með þá og reyna að bæta þá gerist eitthvað, 2+2 verður meira en 4 það ekki? Jú. Þetta er þetta mennska og merkilega. Akkurat, hárrétt. Ólafur Ævarsson, það búið að vera sannur heiður að vinna þessa 4 þætti með þér. Takk fyrir okkur í bili og sjáumst aftur í haust. Kæra þakkir. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur þessi þáttaröð, eða getum við sagt þá þáttaröð 2. Það verður hlé núna eins og við nefndum aðan til hausts en Ólafur ætlar af örleiti sínu og löngun til að fræða og taka þátt í samfélaginu að halda hér áfram með mér og þannig að við sjáumst þá í tengslum við þessa umræðu en fram að því ekki fara langt nýtt efni handa við hornið. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.